Það verður að grípa til aðgerða, það mjög mikið óþol með það að bankinn skuli halda á félögum. Við þurfum að selja til dæmis hratt, félögin standa ekki nægilega vel. Það er ár til viðbótar. Já, það er hratt. Og þess segi ég. Þetta eru félög sem lendi í þroti. Af hverju bara settur þetta ekki í söluferli? Hvert fyrirtæki fyrir sig? Segðu mér, af hverju gerður það ekki? Af því að þau voru ekki orðin söluhæf. En þau voru allt í orðin söluhæf hvað lífeyrissjóðunum? Nei, sko. Hver er munurinn á því? Já, ég skal fara í það. Við ákveðum ganga til samstarfs við lífeyrissjóðuna að við ruglum reytum. Við verum saman með þetta. Og síðan munum við selja félögin þegar þeir eru orðin söluhæfari. Þannig er þetta upplagt. Við göngum til samstarfs. En sko lífeyrissjóðunir eiga ekki að taka svo mikla áhættu að þeir eiga að fjárfesta í fyrirtækjum sem eiga sig kannski ekki mikla lífsvon og þá veltir maður fyrir sér hvor megin liggur matið. Eiga þau góða lífsvon þessi fyrirtæki eða ekki? Ég held að þau eiga ágætis lífsvon. Já, ef þau eiga góða lífsvon þá hefði einhver kaupandi geta komið að þessu og keypt þessi fyrirtæki, einhver annar hefur gefið honum tækifæri til þess. Það bara gerast tiltölulega hratt. En af hverju segir vonandi? Það eru reglur þínar sem segja opið og gagnsætt söluferli. Það stenst ekki skoðun. Þegar Vestia selur einstök félög, þá gerist það. Við erum að fara þarna í samstarfi í lífeyrissjóðana. Þeir geta alveg ráðið sínum málum sjálfir. Þeir vilja fara í svona hluti, þeir voru búnir að stofna félag til þess að fara í svona hluti og við ákveðum að fara í samstarfi þá og síðan munu þessi félög vera selt í opnu ferli. Já, síðan, seinna. Já. En þú gafst einhver færi á því núna? Nei. Þú sagði bara að það voru engin kaupendur. Af því að þau voru ekki hæf sem einstök félög að fara í sölu. Eins og ég sagði áðan, við hefum getað gefið þetta, það er ekki á okkur hvílu skylda, við erum eigu ríkisins, við erum eigu allra Íslendinga. Við verðum aðeins að hugsa hvernig við förum með eignir. Já. Það eru fullt af fjárfestum út í bæ sem vilja fá þetta vantarlega fyrir ekki neitt. En það er ekki, okkur er ekki stætt á því að fara bara að gefa þetta sem gefa. En býtu, hvað liggur þín samfélagslega ábyrgð vegna þess að þú ert með til dæmis fjölda fyrirtækja í viðskiptum hjá þér sem eru í sömu grein. Já. Þú ert með Bíkó í viðskiptum hjá þér. Það er einstaklingur norður á Akureyri sem hefur til dæmis kvartað mikið undan samskiptum sínum sem rekur byggingarvöruverslun á Akureyri. Þar er debatturinn einhverjar nokkrar milljónir raunverulega og sú manneskja fær ekki neina fyrirgreiðslu. Á sama tíma ert þú að reka byggingarvöruverslun vegna þess að þú átt ennþá 30% í henni. Og ég vill ekki gera það. Þú átt ennþá 30% í henni. Já, ég er að ýta henni frá mér. Ég er að koma þessu alveg gjörsamlega frá bankanum en ég tek þátt í þessari fjármögnun áfram. Og þú finnur gríðarlega fjársterkan aðila sem raunverulega vegna þess hversu fjársterkur hann er, þá getur hann drepið aðra á sama markaði. Ég held að þetta sé ekki rétt uppsett með þessum hætti. Þetta er ekki rétt uppsett, ég meina að það er búið að afskrifa alveg gríðarlega mikið af húsasmiðinni, við vitum það, af skuldum þess. Það er búið að gera það þá rekstrarlega vænlegt, reikna ég með að fyrst að lífeyrissjóðirnir eru svona áhugasamir að koma inn í þetta, að því þeir segja að þetta sé svo límbægt og spennandi fyrirtæki. Það þýðir að þeir geta keyrt yfir hennan markað, ef þá langar. Sko, með húsasmiðina, þegar bankinn tekur þetta yfir á sínum tíma, þá voru nokkrir kostir í stöðinni. Við hefðum getað sett þetta í þrot. Af hverju settu þetta þá ekki í þrot? Við hefðum getað gert það. Það voru tilmæli frá ríkisstjórninni að horfa til fleiri hluta heldur en bara að innheimta. Til dæmis fjöldi starfa í landinu. Allir eru uggandi fjölda atvinnuleysi. Þarna vinna 500 til 600 manns. Það eru samkeppnin er mjög skökk á þessum markaði. Það sem er einn risi eftir og litlir aðilar. En býtu, hún er gríðarlega skökk núna þegar að það er búið að hreinsa skuldirnar af einu risanum sem er komið gríðarlega fjárhagslega sterkan bakhjarl. Það er atvinna annara í húfi, einfallega vegna þess að þau fyrirtæki geta farið á hausinn einfallega vegna þessa risa sem er orðin svo gigantískt sterkur á þessu markaði. Það verður ekki svo að framtakssjóðurinn ætla að fara að dæla peningum inn í einstök félög. Þeir gera bara stífa ávöxtunarkröfu til þessara félaga, þau verða að reka sig
og vonandi bara fer húsasmiðjan tiltölulega hratt í sölu. Velvakanda frá því í morgun. Það maður einmitt sem tala það að nú kemur hann í húsasmiðjuna og þar fær hann sko alls konar tilboð á einhverjum ægilega fínum mat, þetta nú bara svona hversdagsleg. En velti því fyrir sér sko að þetta svona niðurgreiddur matur í boði húsasmiðjunnar og Landsbankans. Þetta svona til þess að draga fólk. Þetta alveg típist hvernig umræðan Já, þetta ekki típist hvernig umræðan þetta einmitt ótti fólks við peningavaldið gagnvart veikburða fyrirtækjum eins og múrbúðinni og öðrum. Já, hérna verið að ýja því að við séum bara hluti í þessari markaðsstarfsemi þeirra. Og 30% fyrirtækjum. Við komum ekki nálægt þessu. Við komum ekki nálægt rekstrarfélaginu og við viljum ekki koma nálægt þessu. Þú seldir þessum aðilum félagið. Þú gafst ekki öðrum kosta og kaupið því. Ég taldi að fara í samstarfi við lífeyrissjóðina væri besti ávinningur fyrir samfélagið og bankan. Eigendastefna ríkisins, fjármálafyrirtækin skulu vera meðvituð samfélagslega ábyrgð sína. Já, við erum það. Varstu það með þessu að afhenda þessi fyrirtæki til lífeyrissjóðana án þess að gefa nokkurum færi á bjóðinu? Við vorum ekki afhenda neitt. Við vorum ánægð með það verð sem þeir buðu. Við erum áfram inni, þetta er samstarfsaðili, þetta er miklu betra form heldur en við værum að reka félagið áfram. Langar aðeins að koma að skuldamálum heimilum. Jóhanna Sigurðardóttir hefur gagnrýnt ykkur harkalega bankana. Hún segir bara að þið hefði ekki gert nóg í skuldaaðilum fólks og fyrirtækja. Hún sagði bankana hafa dregið lappirnar og allt og langt bil á milli bankana og þeirra leiða sem stjórnvöld vilja fara og hún í rauninni að gagnrýna þig sem bankastjóra Landsbankans fyrir slefarhátt. Já, það er margt sagt. Við skulum setja í samhengi. Íbúðalán eru í landinu á hálfu leyti hjá íbúðalánasjóði. Hvað er íbúðalánasjóður búinn að gera varðandi almennar niðurfærslur, 110% leið og slíkt? Ekki neitt. Bankarnir eru búin að vera að gera töluvert mikið. En þú ert að segja þá að ríkið sé að bregðast? Eftir að vísa þessu til föðurhúsanna? Ég er bara að segja að þetta er ómakleg gagnrýni. Að segja að bankarnir hafa ekkert verið að gera. Við höfum verið að bjóða ýmsa kosti. Við erum búin að segja við fólk, komiði, skoðið okkar lausnir, fáið lagfæringu, ef þið passið inn í það lausnir sem við bjóðum. Sama tíma eru aðilar á vegum hins opinbera að segja ekki fara inn í bankana þótt að við segjum þið fyrirgefið engum rétti betri kostir bjóðað síðar. Stjórnmálamenn stöðugt að segja það þarf að gera meira fyrir vikið bíða allir. Bankarnir eru að auglýsa. Við erum búin að auglýsa í öllum miðlum. Við erum í ræðu og riti hvetjum við fólk til þess að koma og skoða kostina. Komið og skoði kostina. Og við erum að bjóða ýmsar niðurfellingar. En það var alls kyns hugmyndir komið fram. Lækkun á höfuðstól, við erum að bjóða ágengislánum. Já, og öðrum. Þeir sem eru með mjög skuldsettar eignir geta fengið lækkun á íbúðum sínum. Síðan erum við að bjóða lækkun á greiðslubyrði, lækkun á höfuðstól og lækkun á greiðslubyrði. Hvað er ríkið að gera varðandi lækkun á höfuðstól? Hvað er ríkið að gera lækkun á höfuðstól? Þá er að tala um við markaðsvirði eigna, til dæmis. Þannig að við erum að bjóða töluvert mikið. Þannig að við séum að draga lappirnar er bara ránglega orðað. Má ég aðeins spyrja út í þá leið vegna þess að ef þú ert að lækka þetta niður að markaðsvirði eigna, 110% leið og fer niður í 110% sem skuld af markaðsvirðinu. Já. Nú segja bara allar spár, fasteignaverð er að hrynja. Á sama tíma muni þessar skuldir vaksa. Aftur myndast þetta gap, þannig að hversu langvarandi er þessi lausn? Það er búið að bjóða upp á fjölda lausna. Og það eru almenna niðurfellingar, 3% lækkun á vöxtum sem að hefjast núna frá 1. janúar og næstu árin. Ef við komum okkur ekki að verki að taka á þessum skuldavanda, bæði heimila og fyrirtækja, þá, ef við komum okkur ekki að verki, þá líður lengri tíminn og meiri líkur að þetta dugi ekki. Það er mjög mikilvægt að fara í þetta núna á fullum krafti. En þá er þetta að vísa á stjórnvöld að þau séu Ég er ekki að gera það. Ég er að segja, við erum bjóða alls konar lausnir. Stjórnvöld í ræðu og riti hafa þau verið að segja eitthvað betra er að koma. Fyrir vikið hafa allir verið að bíða. Við segjum það er slæmt. Við þurfum að fá þetta, við þurfum að draga línu í sandinn,
Við þurfum að komast í það með samstilltu átaki að taka á þessu. En þau gefa því skil að þau vilja ganga lengra en þið. Það verða fullt af vandamálum hér áfram. Við sjáum bara fólki sem fór gætilega og fær ekkert niðurfellt. Þá horfum við í götuna eða yfir á næstu íbúð. Þar var fólk sem skuldsetti sig, skipt út og keypti og gerði alls konar hluti. Það mun fá 10 milljónir niðurfellt. Þetta er erfitt. Og það verður þetta, en við þurfum bara að taka á því. Mér langar að spyrja það bara eitt vegna þess að sko, það er mikið lagt að ykkur að þið að sýna bæði samfélagslega ábyrgð, þið að vera meðvitaður stöðu einstaklinga og greiða úr þeim. Þið eru einu sinni ríkisbanki og bara þín prívat tilfinning og skoðun, ert þú að vinna að heilindum fyrir heimili og fyrirtæki í landinu? Já. Eða ertu fyrst og fremst að skila bankanum sem mestum arði? Hvað er banki? Bankin ætlar að vera hérna... En flækjum þetta samt ekki? Bankin ætlar að vera hérna til langra framtíðar. Okkar ávinningur, það verður enginn nema þessi ávinningur hjá okkar viðskiptavinum. Okkar markmið er að hafa ánægða viðskiptavini og skila ávinning til samfélagsins og eigenda. Og eigendur eru allir Íslendingar. Þetta er okkar markmið. Ánægða viðskiptavinir og ávinningur til samfélagsins. Nú gerir ríkið mikla kröfu til ykkar ávöxtun. Já. Gríðarlega mikla. Er hún of mikil? Þetta hefur nú verið að mótast aðeins. Þeir í sinni skýrslu gaf bankasýslan út að bankar þyrftu að ná mikilli arðsemi og við höfum verið í viðræðum við það hvað getur verið eðlilegt. Við erum að ganga gegnum mjög erfiða tíma núna. En hefðu þið meira svigrúm ef ríkið gerir minni ávöxtunarkröfu á okkur? Við þurfum náttúrulega að uppfylla eiginfjárhlutföll. Seinustu áramót var... Það er mjög hátt. Já, seinustu áramót var bankinn með 15% eiginfjárhlutföll og við höfum frestið að fara upp í 16. Við á Norðurlöndunum er þetta hvað 8-10% og síðan er gerð mikið krafum ávöxtun og arð til ríkisins. Er það eitthvað sem að gæti gert? Skapaði eitthvað meira svigrúm ef ríkið beitt sér fyrir því að draga úr þessum kröfum til ykkar, gæfið eitthvað meira svigrúm til að koma til móts við heimilin í landinu og fyrirtæki? Ég held að það þarf bara að vera sameiginlegur skilningur að næstu 2-3 ár verður tími mikilla aðgerða varðandi fyrst heimilin og svo fyrirtækin að taka á því. Við erum búin að færa til bókar þar sem við teljum að muni tapast. Á banki verður ekki með tapi eða verða fjárhagslega veikur, ég held ekki. Ég held að bankin þurfi að vera fjárhagslega sterkur. En samt þetta tala það að á næstu árum, 2 árum verða fleiri 100 milljarðar afskrifaðir af fyrirtækjum. Já, sem kemur til hvernig lánabókin var þegar nýji bankin tekur þetta yfir. Þannig við erum bara rétt að sjá toppinn á ísjakanum í varðandi afskriftir á hendur fyrirtækjum. Já, mjög mörg fyrirtæki í landinu munu ganga í gegnum miklar afskriftir. Sum munu fara í gegnum gjaldþrot að lenda þar. Það er bara, má segja, eðlilegur hluti í fyrirtækjarekstri að sum félög fara því miður í þrot. Þau sem eru lífvænleg, ætlun okkar er að lækka skuldir þeirra verulega með niðurfellingu á lánum. Sumir líta kannski á þetta að sé vera að færa þessu fyrirtækjum eitthvað pening. Við lítum á það að við séum að taka af skuldunum sem raunverulega tapað. Við erum að skilja félögin eftir skuldsett. Við erum að skilja félögin eftir 100% skuldsett. Og ætlar að fara sömu leið með heimilin? Heimilin, námsmaður sem kemur út úr skóla, hann skulda fleiri milljónir, langt umfram sínar eignir. Ungt fólk sem að byggja, það skuldar mikið. Fólk sem komið á efri ár, ef allt er eðlilegt, skulda lítið. Það ætla að segja enginn á skuldan eitt í þessu landi og allir bara að gefa þetta eftir. Hvar á það enda? Það endar þá bara á því að eigur okkar allra verða einskis virði. Steinar Pálsson, takk fyrir komuna.